sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Jú, mikið rétt, sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi þá úr knattspyrninu og hangknattleignum yfir í körfuknattleikinn. En það nú heldur betur veisla framundan í körfunni og þá sérstaklega annað kvöld. Því að nú fyrsti Evrópuleikurinn í 10 ár hjá íslensku félagsliði í körfuknattleik og það haldið hérna í DHL höllinni í Vesturbænum. Það KR sem að fara að spila þar í fyrst skipti í 10 ár. Brynjar Þór Björnsson, landsliðsmaður og leikmaður KR. Heill og sæll félagi. Blessaður. Hvernig hefur það? Ég segi bara ljómandi gott. Mikið spenningu fyrir morgundeginum og bara, mikið tilhögun. Já, þú bara nýkomin heim, eða ekki, frá Finnlandi og þá bara beint í næsta Eurobasket verkefni. Já, það hefur verið fínt að fá kannski auka viku eða 2 svona til þess að undirbúa okkur aðeins betur fyrir þessa leiki, en við verðum bara að nota það sem við hefum verið að byggja upp síðustu ár og sterkar liðsfeld og treysta á að það muni koma okkur langt á morgun. Nákvæmlega. En að fara í þessa Evrópudeild, þetta náttúrulega það ekki, var þetta voruð þið lengi ákveða að taka slaginn allt í einu aftur á nýjan leik? Þetta náttúrulega aðalega verið bara í höndunum á stjórninu. Við byrjum að tala þetta fyrir cirka 3 árum og ræddum þetta líka fyrir 2 árum og svo núna í síðastli eftir titil núna í vor þá svona kom meiri alvar í þetta að gera þetta og við náttúrulega leikmennir þessum doldið á stjórnina. Við vildum gera þetta og vildum taka þátt í þessu og auðvitað kostar þetta mikið pening og svona og þar að leiðandi þurfum við kannski leikmennir líka að hjálpa til við fjáraflónus. Þetta ekki því meður en þá þannig að liðin þurfa að bera aðeins mikið kostnað og það ekki mikla tekið sem koma á móti. En ævintýrið náttúrulega mikið og sérstaklega fyrir leikmennina að upplifa að spila á móti öðrum einstaklingum heldur en hérna heima. Maður búin að spila á móti sem leikmennum ár eftir ár og þannig að þetta kjörið tækifæri til þess að breyta þess til. Þetta ekki líka bara sterkt fyrir íslenskan körfubolta að félagsliðin fara að taka þátt í svona, þó þetta sé náttúrulega svolítið dýrt og erfitt að taka þátt í þessu? Jú, það bara nauðsynlegt. Það nauðsynlegt fyrir deildina og fyrir leikmenn að spila á móti einhverjum öðrum heldur en venjulegu leikmenn, eða bara þessum íslensku leikmennum. Það allt öðru í þessi bolti yfirleitt erlendis, menn eru stærri og sterkari og við sem þjóð bætum okkur ekkert í körfubolta á því að vera að spila fram móti hverju öðrum. Og ég held að bara sé gott fyrir unga leikmenn að sjá að íslensk félagslið sé að spila móti erlendi liðum og þá vilja strákarnir frekar spila og halda áfram að æfa held ég og gera þetta svona eftirsóknarvert. Og þetta belgískt lið, hvernig Belfíu Small-Seita það ekki? Jú. Hvernig þið? Vitið eitthvað mikið þetta félag? Við erum alltaf búin að sjá einhverja leiki að þeim svona á undirbúningstímabilinu. Þeir eru kannski komin aðeins lengur en við en þeir eru ennþá samt ekki, þeir eru ekki byrjar í deildinu sinni heima fyrir og þeir eru náttúrulega með marga útlendinga, marga kana, marga bandaríkjamenn og það oft þannig að þeir geta verið mjög hæfileikaríkir og miklu íþróttamenn en ég veit ekki hvort að liðsheildin sé honum sterk hjá þeim og kannski meiri einstaklishyggja kannski til þess að byrja með hjá þeim. Það kannski eitthvað sem við getum nýtt okkur að við byggjum okkar leik á sterkari liðsheild og þekkjum hvort annan vel. Þeir eru kannski ennþá að finna svona rytman í sínum leik og hver taka skarið og þetta og ef við hittum á mjög góð leik á morgun og náum aðeins að stríða þá bara teljið möguleikan á sigri, bara nokkuð góða. Já, og þeir eru tildulega nýkonir eða ekki bara með kanna í ykkar lið? Jú, hann kom bara í síðustu viku. Þannig að við erum bara að vera ansið stuð saman. Þetta 1 vika og 1 æfingarleikur fyrir svona stóran leik kannski ekki bestu undirbúningurinn en svo lengi sem hjarta eru réttu stað og menn tilbúnir að hjálpa okkur öðrum þá geta góður hluti gerst. Og það náttúrulega búið að mynda stemningu að venju fyrir leikinn, ekki klukkutíma fyrir leik, þá bara hægt að fá sér grill og fleira og fjölskyldan geta mætt? Já, þetta alltaf þannig, ef þú fyrir í Vesturbæinn þá nauðsynlegt að fá sér hamborgara með og gera þetta smá svona fjölskyldu skemmtun.
það sýnir sig í dag að það nauðsynlegt að hafa gott utanumhald og góða skemmti fyrir fjölskylduna út af því að afþreyingin orðið það mikil að þá þarf að hafa alveg fjölskyldu skemmtun og þá er gott að fara með fjölskylduna í hamborgara og fara svona leiki. Já, nákvæmlega. En já, það allan að leikurinn hefst klukkan 7. Þið eru með miðasæli eða ekki, já, hvað er það, tix.is eða hvað er miðasælinn í gangi? Varstu það? Ég held inn á kr.is, bara sama og var í úrslitakeppni fyrra að það sé hægt að kaupa miða á netinu og svo verður þetta miðasæla á leiknum sjálfum en ég veit að hvetja sem flesta að nýta sér tæknina og versla miða á kr.is held ég. Já. Sé alveg örugglega. Já, það er náttúrulega, og þetta er bara sem að landinu á að mæti í, það er náttúrulega alltaf þannig annarkvort, já, hattaru eða elskaru KR, en er þetta ekki núna sem að tækifæri til þess að halda með KR í körfunni? Það er á morgunna því að þið eru að keppa fyrir Íslandshönd nokkuð veginn. Já, algjörlega, og þetta bara vill maður alltaf eða vil ég alltaf að íslensk lið náu sem lengst í hvað Ísland sem er, bara þegar það spila í Evrópu og vonastu þetta til þess að við tökum skrifið lengra. Maður sá eins og FH var stutt frá því að komast í meistaradeildina núna í sumar sko, og þá var maður hvatti maður FH til dáða. Það er erfitt að segja áfram KR fyrir suma en þegar það kemur að svona leikjum þá telur nú bara að þetta yfir áfram körfubolti og áfram KR og áfram Ísland. Það er eiginlega svona það sem maður hugsar maður kannski gleymir þessu hatri í smá stund og styður bara meira íslenska körfubolta held ég. Já, nákvæmlega. Í lokin áður en sleppir, þú ert að bjóða upp á körfuboltaþjálfun eða ekki, já, fyrir hérna ýmsu aldurshópa eða meistaraflokksleikmenn eða hvernig er það? Jú, ég stofnaði hóf þjálfun fyrir áhugamenn sem síðastliðin vetur eða síðastliðin haust og það vakti bara mikla athygli og mikla lukku að komu fullt af leikmenn, ekki endilega leikmenn heldur bara einstaklingar sem höfðu áhuga á körfubolta og fannst gaman að horfa á körfubolta en langaði kannski stunda líka þessa fjölbreytta æfingu sem körfuboltin er. Þetta er mjög fjölbreytta æfingu sem getur stunda bæði að dribbla og skjóta og allt þetta er svo mikið fjölhæfni og gaman að segja frá því að það var eitt strákur sem er 35 ára núna og var að æfa með held ég fyrir 17 árum síðan og spilaði með mig í fyrstdeildinni kringu 99-2000. Hann semst tók frá skóna og mætti á öll námskeiðin síðastliðin vetur og í dag er hann mættum aftur í slægin í fyrstdeildina með með skagamönnum. Þannig að maður er ekki úr seinna að fara, ég ætla að fara að skrá mig í námskeiðar, þá kemst ég í Kóperja fyrir næstu leikti. Já, nákvæmlega, hann skellti 21 stíð á Snæfell, þannig að það er bara þetta er bara fyrir einn almenna áhugamann sem langar að prófa að æfa körfubolta, einstaklingsmiða æfingu. Ég er ekki að þjálfa lið, heldur ég er bara að þjálfa einstaklingin og reyna að hafa þetta bara eins skemmtilegt og krefjandi fyrir hvern og einn. Nákvæmlega. Brynjar Þór Björnsson, ég ætla að leyfa þér að fara að komast upp í rúm, þú þarft að vera útsofinn fyrir morgundaginn og einbeittur. Algjörlega. Bara bestu þakkir og gangi ykkur sem allra best. Leikurinn hefst klukkan 7 og já, partíið byrjar klukkan 6 hérna í Vesturbænum. Alveg, klálega. Bestu þakkir. Takk. Ok, blessaður. Já, að gera að kíkja á kr.is og tryggja sig miða á þennan viðburð fyrir þá sem ekki komast að leikinn, þá verður hann sýndur á KR TV og það er hægt að kaupa sér í mitt áskrift þar einnig. En já, nú körfum við í bili, við ætla að fara að kveðja hér að sinni, förum aðeins yfir, leiki kvöldsins og hvað er framundan. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.